Heila, velkomin. Takk. Það er afturhalding á fyrstæðin, hvernig svona leggst sá leikur í? Bara mjög vel. Hlakka bara mjög til leiksins og við ætlum bara að sýna hvað við getum. Við ætlum bara að stíga upp og vinna þetta. Við töfum alltaf með Stjörnu á Stjörni síðast. Það hlýtur svona mikilvægt að rífa sig upp eftir þann leik. Já, það er mjög mikilvægt. Það voru erfiðar aðstæður í þessu leik og ég veit ekki, þessi úrslit voru ekkert sanngjörn sko. En við ætlum bara að sýna okkur besta og eins og ég segi, vinna þennan leik. Og þið náttúrulega mættum fyrir sumars, unnið 3-1. Hvað svona telur þú að þið þurfa að gera til þess að ná jafngóðum úrslitum? Bara eins og við höfum verið að gera bara undanfarið, bara hitta á markið og skora. Annars hefur alltaf verið að ganga bara nokkuð vel sko. Og nauðsynlega 3 stig. Já, mjög nauðsynlega. Þannig hérna, takk hérlega. Hlynur, velkomin. Takk fyrir. Þeir eru byrjuð fyrst á drættum í meistaradeildinni á Póstam. Hvernig það leggst það? Það leggst bara rosalega vel í okkur. Fyrst var þetta náttúrulega svolítið svona sjokk. Áttu að segja hverjir andstæðingarnir yrðu. En svona þegar maður fer að velta þessu betur fyrir sér sko að þá er þetta bara meira átt að flott. Við erum að fá hingað í heimsókn sko eitt albesta félagslið heims og það hlýtur að vera sko draumur hvers leikmanns að fá að spila á móti bestu leikmönnum heims. Þannig að ef maður horfir þannig á þetta þá verður þetta æðislegt ævintýri fyrir stelpurnar. Og eins líka vitum við það að til dæmis umgjörð og völlur og annað hjá þessu félagi er náttúrulega til algjöra fyrirmyndar, þannig að það verður bara ævintýri að taka þátt í þessu. Og fyrir náttúrulega í deildina, það er afturhalding á föstudaginn. Hvernig svo leggst það í? Það leggst bara þannig í mig að það er svolítið síðan að við unnum síðast, þannig að við ætlum bara að mæta virkilega grimma til leiks á móti afturhaldingu og við vitum þá að afturhalding er búin að styrkja sig frá síðast að það mætti okkur en það eru við líka, við vitum alveg að við erum með mjög gott lið og í síðustu 2 leikir á móti Stjörnunni og Val sýna það alveg að við erum með eitt af bestu liðum landsins og við þurfum bara að fara að vinna leiki. Þetta snýst svolítið um það. Við mættum alltaf afturhaldingum fyrir sumar, unnið 3-1. Þetta er hörkulið. Já, ég meina það er ágætar, það er skoruður reyndir hérna og sína eina færi og ef ég man rétt þá óðu við í færum og ef ég man líka rétt þá trilltist ég í hálfleik og lét vel í mér heyrin í klefa. Ég ætla að vona að þess þurfi nú ekki á föstudaginn. Það er vita alveg úti hvað það er að fara stelpurnar og það er bara klárt mál að við sækjum 3 stig. Það er dalt í leikinn, en hvernig er samt svona staðan á Hópn? Hún er bara fín, bójana reyndar að vera í banni, leikbannið fyrir miður, en það kemur bara maður í mannstað og það var leikur í gær, hörkuleikur á aðalvellinum, þar sem að annar flokkar okkar tryggði sér sæti í úrslitum bikarsins og þar vorum við að spila á móti góðu KR-liði sem var skipað mörgum leikmönnum úr Pepsi-deildarliði þeirra og þar vinnum við nokkuð við vinnum bara í hörkuleik sem að sýnir manni það bara að við eigum fullt af stelpum, þannig að ég er alveg klár á því að ef einhver dettur út þá kemur bara maður inn í staðinn sem er tilbúin í þetta. Og getið sett kröfu á sigur á föstudaginn? Algjörlega, það er bara krafa á sigur. Takk hérlega fyrir.